Donni Sigurðsson. Donni, það er leikur á morgun, Keflvíkingar komu í heimsókn og Þórshöll. Hvernig leggst þetta verkefni í hópinn? Það leggst mjög vel í hópinn. Við erum gríðarlega spenntir að mæta sterku Keflavíkurliði okkar heimavelli. Við erum starfranir í því að bæta fyrir síðasta leik og bara með góðan leik og við erum hrikalega góðir og nú ætlum við að sýna okkar allra bestu hliðar, reyna það. Það er náttúrulega, það er svo sem sko þegar svona gerist eins og á móti Grindavík, þá er ekkert annað í boði en að keyra upp á við. Nei, það er alveg rétt. Við ætlum að, það er bara hárrétt hjá þér. Þetta var ósköp slys, seinni hálfleikurinn á móti Grindavík var ekki góður og við ætlum að, ég get bara bæta fyrir það, heldur við skiptir einhver máli með, þetta er bara búið sá leikur, en við ætlum hins vegar bara að mæta vel gíraðir og klárir í þennan leik og gera okkar allra besta og ná í 3 stig. Donni, en svona með Keflavík, þetta er lið sem er svona, þau eru 5 stigum eftir okkur á svipuðu róli eins og Grindvíkingar voru og þannig að við hvernig leik megum við búast á móti Keflavík? Það búist á jöfnuleik, 2 góðra liða sem vilja hvorugt fá mark á sig, en samanskapi nýta sína styrkleika í að berja á veikleikum andstæðingarna. Þeir eru með mjög gott lið, mjög gott sóknarlið. Þeir eru samanskapi virkilega þéttir tilbaka, búin að stilla upp sömu vörninni í nánast flestum leikjum. Góða markmann og við erum mjög á svipuðu leiti, þess að okkar lið er svipað. Það er að segja að við erum búin að ná að stilla svipaðir í vörnum flesta leiki og við erum þéttir tilbaka. Langoftast í sumar höfum verið nema í síðasta leik og erum með gott sóknarlið. Þannig að þetta eru mjög álíka lið, það má bara búast við hörku baráttuleik í rauninni. Kannski bitnar það einhverju leiti á fegurð knattspyrnunnar eins og sumir vilja kalla það en við erum alveg sama, það er bara við þurfum að ná í 3 stig, það er að skipta máli. Við erum ekki í neinni 4 samkeppni. Það er ótt að segja það og ef það væri ef við verum í því þá værum við búin að vinna þetta. Já, það var alveg steindautt maður en nei, það er ekki svo leys, við ætlum bara að ná í 3 stig. En það er auðvitað eins og þú segir, þeir eru með gott sóknarlið, þeir eru búin að skora einhver 17 mörk í deildinni og þannig að það má alveg búast við að þeir keyri svolítið fram á við. Já, það má klálega búast við því og þeir reyna sjálfsögðu að vinna leikinn en gefa eflaust frekar fá færri á sér heldur en að opna sig í að reyna að sækja mikið, það myndi ég halda, svo kemur það bara ljós hvað þjálfari Keflavíkur gerir. Það er hans að ráði það en hans að finna út úr því en mitt að ráði í það en við erum klárir inn í leik, það er ekkert spurði því. En Keflavík þeir hafa reyndað að maður fyrir að skoða, þeir hafa nú ekki unnið nema 3 leiki sem er ekki nema segja en þeir hafa gett fyrir jafntefli þannig að það má búast öllu. Já, Keflavík bara féll náttúrulega úr Pepsdeildinni í fyrra og reynda með glæsibrag en það er þannig að það má alveg, þeir eru með úrvalsdeildarlið í rauninni fullt úrvalsdeilda leikmenn sem hafa spilað í úrvalsdeildinni og gætu vel spilað og rauninni allir geta vel spilað í úrvalsdeildinni í þessu liði og þeir hafa bara verið pínu kannski óheppnir eða eitthvað eða ólánssamir eða hvað það er með úrslitin. Þeir hafa nú verið betri í þeim leikir sem þeir hafa spilað langflestum þannig að þetta verður bara mjög erfiður leikur en samanskapi held ég að við verum klárir. Veit ég klárir. En við erum náttúrulega svo sem þeir eru með leikmenn sem hafa reynst úrvalsdeild og það gildir að sama okkur við menn sem hafa spilað úrvalsdeild og þekkja hvað það er. Já, klálega, en þess að segja þetta eru bara álíka lið og þetta verður gamla góða dagsformið og þeir sem vilja þetta meira og allt þetta, það eru gamla góða klísundir í þessum leik því að þetta eru mjög svipulið. Pússuðu ekki utan að þeim öllum gamlu klísum og nýtum okkur það á morgun? Engin spurning, við ætlum alla leið með hennar leik og það bara mætum eins og dýrvittlust særð dýr og ætlum að klára þetta verkefni. Og hvetjum alla bæjarbúa til þess að koma á fjölmenna hérna á völlinn og ná pláss í stúkun og stíga liðið til sigurs? Ég held að sé bara lag núna að við þurfum á stuðningi að halda, góðu stuðningi, ekki endilega bara áhorfendum, heldur stuðningsmönnum og það væri nú bara magnað ef að samfélagið í þorpinu myndi bara flykkjast á bak við liðið sitt og mæta og styðja almennilega vel við liðið sitt og kalla pínu eftir því, það væri æðislega gaman að heyra góðan stuðning á morgun. Við erum í öðru sæti í deildinni og við ætlum okkur að fara upp í Pepsdeildina en þá þurfum við líka fólki með okkur og stuðningin og samfélagið að styðja baki okkur. Og það verður líka bara svo miklu skemmtilega fyrir fólki sem
fjölmennir á völlin og stiðu liði þegar draumurinn rættist á þessu miklu skemmtilega geta sagt ég tók þátt í þessu. Já, klálega, ég held þess engin spurning. Þetta er bara svo ægilega skemmtileg íþrótt líka og svo gaman að horfa á þetta og lifa sér inn í þetta og hafa tilfinningar og gleðjast þegar það er og svo framvegis. Þannig að ég held að það sé ekkert að vanbúnaði, maður bara koma sér á völlin og hafa gaman. EM er búið líka. Og það er ekkert því setur hann bóði, hvíla sófana, koma í stúkuna. Hún þarf alveg klárlega á því að halda að stólarnir fái að nýta sín hlutverk. Já, það er engin spurning, við fylla þessa frábæru stúku okkar. Þannig gangi ykkur vel. Takk fyrir það.